Ég heiti Hrafnhildur Sævarsdóttir og er íþrótta- og jógakennari og ég ætla að leiða ykkur í gegnum 4 yin-jógastöður og svo endum við í góðri slökun. Yin-jóga er jóga sem er gert niður við gólf. Við höldum stöðunum í slökun og öndum djúpt og við erum að teygja á vefjum líkamanns, sinum og liðamótum. Við erum ekki að teygja á vöðvum, þess vegna hitum við ekki upp. Við ætlum að byrja samt á því að koma okkur aðeins inn í stundina, staðinn og við ætlum aðeins að anda saman og þá komum við okkur í þægilega sitjandi stöðu. Skiptir engu máli hvernig fæturnar okkar eru, við getum sest í stól ef það hentar okkur betur. Til að rétta betur úr bakinu okkar, þá getur verið gott að setja teppi undir setbeinin þannig að hryggjasúlan lengist, verður falleg og við ætlum að loka mjúklega augunum. Þetta hendur það sem okkur þykir þægilegast að hafa þær. Við ætlum bara að byrja að taka eftir andardrættinum okkar. Við ætlum ekki að breyta honum, við ætlum bara að fylgjast með hvernig hann er akkúrat nú. Er hann hægur? Er hann hraður? Djúpur? Grunnur? Hann er akkúrat eins og hann á að vera núna. Síðan ætlum við að byrja að dýpka andardráttinn okkar. Við ætlum að anda djúpt inn nefið og djúpt út munninn. Við ætlum að anda inn nefið upp í bringu, út í brjóstkassa og niður í kvið og út munninn. Einu sinni enn, djúp innöndun inn nef og löng og góð fráöndun út munninn. Og núna ætlum við að anda inn nef og út nef. Þannig ná að stjórna betur andardrættinu okkar. Við ætlum að reyna að halda þessari öndun í gegnum stöðuna, inn nef og út nef. Hægt og rólega opnar augun þín og við ætlum að fara í fyrstu stöðuna sem heitir fiðrildið. Þá setjum við iljarnar okkar saman og við búum til svona demant með fótleggjónum okkar. Við ætlum að setja bein í baki og við ætlum að setja undir setbeinin okkar ef við þurfum. Við ætlum að halla okkur fram, kannski er þetta bara nóg. Annars höllum við okkur fram, við ætlum að leyfa þyngdaraflinu að hjálpa okkur. Ef við þurfum, ef við erum stíf eða illt í hnjám, þá getur verið gott að setja kubb eða bók ef þú ert ekki með kubb heima, húða, teppi, hvað sem er til að aðstoða í stöðunni. Og við getum hallað okkur fram, loka mjúklega augunum. Hérna erum við að teygja á vefjum og innanverðu lærum, utanverðu mjöðmum og í mjóbakinu. Ef þú vilt mýkja mjóbakið og slaka aðeins á mjóbakinu, þá getur verið gott að leggjast aftur. Já, í sömu stöðu og þú leggur aftur. Þá nærðu að slaka á mjóbakinu. Ef að mjóbakið er yfirspennt, þá getur verið gott að setja púða og sófann undir brjóstbakið og höfuðið og hérna nærðu bara að slaka. Loka augunum og anda djúpt inn nef og út nef. Ef þú vilt fara dýpra í stöðuna við mínútu eftir, þá geturðu gert það núna eða haldið stöðuna eins og þú ert. Djúp innöndun, löng og góð fráöndun. Og ef hugur þinn fer á flakk, þá getur verið gott að beina athyglinni aftur á anda drættinu þegar þú áttar þig á því.
Ef að staðan óþægileg, þá bökkum við bara. Réttum jafnvel betur úr okkur, færum hæla fjær líkamannum eða lyftum hnjánum lengra upp og setjum kannski eitthvað hærra undir hnén. Okkur á ekki að líða illa í stöðunum. Við eigum að ná að geta slakað. Þegar við erum búin að vera lengi í sömu stöðu, þá mjög mikilvægt að koma hægt og rólega úr stöðunni. Við öndum djúpt inn, öndum frá og hvort sem við sitjum eða liggjum, þá ætlum við að lyfta hnjánum hægt og rólega upp, að koma með hnén í hlutlausa stöðu. Ef við liggjum, þá setjum við iljar í gólf. Ef við sitjum, hendur í dýnu fyrir aftan okkur og í rólegheitum gerum við sitjandi, rúðuþurrkur ef við sitjum og liggjandi ef við liggjum. Hægt og rólega, á þínum hraða. Höldum áfram djúpri öndun. Svo næsta staða. Stoppum hérna, ætlum að leggjast á kviðinn. Gott að hafa púða hjá okkur eða teppi. Leggjumst á kviðinn, byrjum á því að setja fætur vel í sundur og sirka meira en mjaðmarbreið. Við réttum og ristum, slökum á fótleggjum, slökum á rassi og við ætlum að koma í stöðu sem heitir swings. Og hér erum við svona aðeins að þrýsta mjóbakinu saman, þannig að hérna þarftu að fylgjast vel með og hlusta á líkama þinn hvað þú getur boðið honum upp á. Við ætlum að setja olnbogana í gólf. Olnbogarnir koma örlítið fyrir framan axlir, lófarnir saman. Ef þetta of mikið, þá færum við olnbogana framar. Ef þetta líka of mikið, þá tökum við þetta að setja teppi undir bringuna og setjum enni í dýnu. Finnum bara hér hvað hentar okkur í dag. Og það ekkert endilega það sem hentar okkur. Næst ef við gerum þetta, heldur við þurfum að hlusta á líkamann. Ef aftur á móti þetta ekkert mál og við viljum örlítið krefjandi stöðu, þá förum við í selinn, þá setjum við lófana örlítið út til hliðar og við höfum lófana útskeifa og við lyftum okkur upp og réttum úr olnbogunum, en þó ekki þannig að við yfirspennum olnbogana. Olnbogarnir eru mjúkir og við horfum fram eða við slökum höfðinu niður. Þetta mun meira krefjandi staða heldur en swings, þannig að hérna finnur þú bara hlustar á líkama þinn það þú getur boðið honum upp á. Hér finnst mér stundum gott að setja bara kubb undir enni og slaka vel á mjöðmum, slaka vel á fótleggjum og rassi. Og hér öndum við djúpt inn nef, út nef. Og hér erum við að teygja á framaverðri hryggjasúlu. Við erum að þrýsta mjóbaksliðum saman að aftanverðu. Og hérna öndum við djúpt. Í yin-yoga stöðunum haldið í 3 til 5 mínútur. Við höldum stöðunum í 3 mínútur. Og því oftar sem þú gerir þetta þá jafnvel getur þú lengt tímann sem þú heldur í stöðun. Reynum að halda okkur í kyrrstöðu. Erum ekki á yði, reynum að nýta andardráttinn til að róa okkur niður og aðstoða okkur við að halda líkamanum kyrrum og slökum.
Og hér á þyngdin ekki að vera í öxlunum. Við ætlum ekki að spenna axlirnar upp, þá færum við olnbogana lengra frá. Komum hægt og rólega úr stöðunni. Losum kubb ef við erum með kubb. Færum axlirna olnbogana framar og setjum enni á handarbökin. Og hérna ætlum við aðeins að hreyfa mjaðmirnar til hægri og vinstri. Hér getur komið í liggjandi rúðuþurrkur. Slaka svo fótleggina niður, við komum upp á lófana. Við ætlum að fara örstutt í barnið. Ef að hnén eru viðkvæm þá getum við sett teppi undir hnén. Við ætlum að setjast, þrýsta setjunum aftur að hælum. Ef það er vont, þá getum við líka rúlla teppi og sett teppi í hnésbæturnar. Við getum haldið hér. Eða svona aðeins hreyft okkur fram og tilbaka. Þetta er mótstaðan. Barnið er heilandi hvíldarstaða sem róar okkur niður. Svo komum við upp á 4 fætur, við setjumst. Við ætlum að fara í stöðu sem heitir drekafluga. Þú ætlar að setja fætur í sundur. Þær geta verið 90 gráðum eins og fæturnar mínar eru. Geta verið 120, 180. Ég held mig við 90, jafnvel minna. Og til að rétta vel úr bakinu svo við náum í góða frambeygju, þá setjum við örlitla uppbækun undir setbein. Slökum á ökklum og hérna ef þetta er nóg og við viljum fá beygina frá mjaðmarliðunum, ef þetta er nóg, flott höldum við hér í rólegheitum. Ef við getum farið dýpra, þá er það bara líka fínt. Við getum sett bækur eða kubba undir olnboga. Við ætlum að láta þyngdarafli hjálpa okkur í frambeginni. Og hérna erum við að vinna með vef á innanverðum lærum og við erum að vinna með mjóbaki okkar. Ef að fótleggir eru stífir, þá getum við sett teppi eða kubba undir hné eða jafnvel beygt fætur upp og halla hér fram. Ef að setuin er slæm, þá getum við gert þess að stöðu upp við vegg. Þá setjum við setun upp við vegginn, fætur upp við vegg og við opnum fótleggina. Og þá getur verið gott að hafa eitthvað til að styðja við hné. Hérna höldum við í 3 mínútur og við munum að anda djúpt. Inn nef, út nef. Og yin jógastöður eru í raun litlar stuttar núvitundar hugleiðslur. Þar sem við bara fylgjumst með andadrættinum, tökum eftir þegar hann fer. Þegar hugurinn fer á flakk og beinum þá athyglinu með mildi aftur að andadrættinu. Og þegar þú finnur að þú getur farið dýpra í stöðuna, þá ferðu dýpra í stöðuna. Og þegar þú finnur að þú ert komin of djúpt, þá bakkar. Þess á milli reynir að halda kyrrstöðu og anda.
Ef þú vilt fara dýpra í stöðuna, þá er tími til þess, en alls ekki nauðsynlegt. Við komum hægt og rólega úr stöðunni. Við gera sitjandi rúðþurrkur, lófarnir koma í gólf fyrir aftan okkur. Við ætlum að beygja upp fótleggina, iljar í gólf og velta hnjánum til hliðar. Hægt og rólega. Næsta staða er liggjandi hryggjarvinda og leggjumst við á bakið. Beygjum upp fótleggi, göngum hnjánum saman og við föðmum hnén að okkur. Setjum handleggina út til hliðanna, lófarnir vísa upp og við látum hnén falla yfir til hægri. Hér getum við líka haft iljar í gólfi og látum hnén falla út til hliðar. Ef hnén ná ekki niður í gólf, þá getum við notað teppi eða kubba. Ef við náum ekki fótleggjunum saman, þá getum við sett teppi á milli fótanna. Getum prófað að rétta úr vinstri handlegg og láta handlegginn liggja meðfram eyranu og horfa yfir til vinstri. Ef það er of mikið álag á axlarliðina, þá færum við handlegginn út til hliðar og ef það er of mikið, þá færum við handlegginn niður meðfram líkamann. Getum notað hægri til að þrýsta á vinstra hné. Bara finnum hvaða staða hentar okkur núna. Herðablöðin er í dýnu og við slökum hér á mjóbakinu. Við öndum djúpt inn nef og út nef. Ef við viljum fara dýpra í þessa stöðu, getum við rétt úr hægra fæti, rulla tærnar á hægri hnésbót og velt vinstri hné yfir til hægri. En hér ætlum við að passa að bæði herðablöð séu í dýnu. Horfum í gagnstæða átt við þá sem hnéð fer. Ef við finnum að þessi staður á djúp, þá getum við alltaf bakkað, sett hnén saman. Og næstu innöndun komum með hnén upp í miðjuna. Föðmum þau aðeins að okkur og veltum til hægri og vinstri. Áður en við förum í hryggjarvindu vinstra megin. Og við finnum hvaða aðferð hentar okkur, hvort við þurfum kubb undir hné. Lyftum okkur jafnvel upp á vinstri mjöðmina til að fá betri vindu. Hægri hönd út til hliðar eða meðfram hægra eyra.
Finnum bara hvað hentar okkur. Hérna megin. Allar vindur eru hreinsandi stöður, góðar fyrir meltinguna. Nú ætlum við að slaka á öxlum, slökum á kjálka, mjöðmum. Þegar hugurinn fer á flakk, beinum við athyglinni aftur að andardrættinu þegar við tökum eftir því. Við beinum athyglinni að andardrættinu með mildi. Hugurinn okkar er eins og lítill hvolpur, út allt, það er það sem hann gerir. Og til að róa hann aðeins niður, þá beinum við athygli að andardrættinu. Náum þannig í örstutta stund að róa hann þar til hann fer á flakk aftur. Og þá endurtökum við aftur og aftur með mildi. Næstu innöndun lyftum við hnjánum okkur upp í miðjuna, föðmum við að okkur, veltum jafnvel aðeins til hægri og vinstri, gefum hryggjasólinn okkar örlítið nudd. Ætlum að koma í slökun núna. Ætlum að rétta úr fótleggjunum okkar. Ef við þurfum stuðning við mjóbakið, þá getur verið gott að rúlla upp teppið og sitja undir hnésbæturnar. Þannig við styðjum aðeins við mjóbakið. Ef við þurfum stuðning ofar upp bakið, þá getum við sett teppið undir aftanverð læri. Handleggir eru meðfram líkama. Lófarnir vísa upp til að taka á móti hvíldinni. Tærnar detta örlítið út til hliðar. Við sleppum tökum á stýrðri öndun. Leyfum andardrættinum að flæða inn og út úr líkamanum á sínum hraða. Lokum mjúklega augunum. Færum höku örlítið í áttabringu þannig við réttum og sléttum úr aftaverðum hálsi. Hérna ætlum við að hvíla okkur í stutta stund. Á þínum tíma þegar þú ert tilbúin að koma úr slökuninni í rólegheitu. Að gera vera eins lengi og þú þarft.
Ég þakka fyrir stundina og ég hvet ykkur að liggja eins lengi og þið hafið þörf fyrir.